Áfram höldum við föstudagsþáttinn á N4 og nú það kaffið sem málið. Hann kominn til mín Ármann Atli Eiríksson, velkominn. Sæl, takk fyrir. Kaffi spekulant, eða hvernig viltu titla þig? Bara kaffi áhugamaður. Kaffi áhugamaður. Já. Þú ert búinn að kaupa þér bara kaffivagn. Já. Og ert með hann upp á Káasvæðinu eða hvað? Já, ég með hann þar núna, svona prófum áfram þar. Já. Og síðan stefni að fara helst niður í bæ eða eitthvað á appi. Já. Jafnvel landið á miðin, ætlarðu kannski hringferð eða? Það kannski einhvern tíma á næstunni, það pæling. Þetta eitthvað sem maður skellir bara aftan í krók og dreifur? Já. En hvar kviknaði þinn kaffi áhugi? Þú ert bara nýskriðin úr mentó? Já, ég byrjaði í menntaskóla og byrjaði með mikið af koffinu og eitthvað svona. Já, til þess að halda sig orkudrykkjunum. Já. Og ég ákvað það bara eftir fyrsta bekk að ég ætlaði að reyna að minnka það. Já. Fór bara yfir í kaffi. Já. Og síðan svona þetta ekkert nóg bara að fara í kaffi, þannig að þetta prófa eitthvað aðeins meira. Kaffi ekki sama kaffi? Nei, einmitt. Þetta frjálagslega mikið fræði á bak þetta, sko. Já. Þannig að það alveg... Og heillaðistu bara þessum kaffi heim? Já, í rauninni. Bara smakka sig áfram og þetta bara mjög skemmtilegt, sko. Og þú ert bara að spája að leggja þetta eitthvað fyrir þig, frekar? Já. Varstu ekki á leiðinni til London? Jú, mér langar að fara í, þetta London School of Coffee. Já. Og það hægt að fara þangað að sækja svona diplómi í kaffi. Já. Og það væri mjög flott að vera að koma með eina svoleiðis. En það var COVID sem stoppaði? COVID sem stoppaði, já. Þannig að nú býðum við bara til að hafa búið og þá kannski kíkjum við til London. Já, en þangað til bara lærir með því að bara gera sjálf. Prófa sig áfram bara. Já. Hvað ætlar að gera hérna fyrir okkur hérna í föstudagsþættinum? Þetta í rauninni bara svona hefðbundna kaffi sem ég býð upp á. Já. Brugga það í gegnum Chemex-könnu og nota þarna baunir frá London, Square Mile Coffee Roasters. Og þetta svona kallað mílukaffi niðri hjá okkur, út af Square Mile. Já. Og já, ég reyni að fara að smakka það. Nú skulum við sjá hvernig þetta hleypur fram. Þetta bara svona uppáhellingurinn, þetta ekki gamli góði. Í rauninni hann langbestur. Þegar maður veit svona cirka hvað maður að gera. Þá oftast talað 60 grömm á lítirinn og þá færðu svona besta kaffi að mínu mati. Ok, þú þurfum að mala þetta eftir kúnstefnareglum. Þú þurft að vikta þetta þarna? Já. Og aðeins, búum bara halva lítir, þá erum við að tala 30 grömm og síðan þess að tala alltaf einhver tíma og í rauninni reglan svo að núna erum við með 30 grömm af kaffibönnum, þá ætlum við að vera með 500 millilítra og þá viljum við helst fá 60% af vökvanum inn í könnuna á fyrstu 30 sekúndum. Wow! Og það í rauninni, þá færðu bestu útgáfuna. Það galdurinn. Já, og síðan í rauninni, næstu 30 sekúndunar þá viltu vera að koma með alla vökvanum. Þannig þú ætti að vera með bara hérna... Já, það tímið sem sagt hérna á vigtinu. Já. Þá getur maður fylgst með öllu og þá, ef þú býr til eitthvað gott, og hvað ef að klúrast eitthvað? Hellirðu þá bara mistókst eða grýn? Já, þetta sem betur, þetta fer mér mikið eftir hvernig við erum malar. Já. Þannig að ef þú ert með fínt malar, þá þetta lengur í gegn. Stillirðu fínleikan í hvert sinn eða ertu bara með... Já, ég búinn að finna svona uppáhalds fínleikanum. Þannig að ég held honum, ég ekkert mikið að breyta honum. Og handmalarðu bara hvert bolla? Ég með stærri niður í vatni. Þetta hérna að ferða. Þetta rauninni bara að mala. Þú getur nota þarna sem við búum að mala fyrirfram. Þetta ekki enn ferskara svona, nýmala? Þá koffisýringur í þessu. Og það kannski leiður honum að fara úr fyrstu 30 sekúnduna. Koffi, hvað segir þið? Það sem sagt koltvísýringur í baunum. Koltvísýringur, já. Og þegar við erum að mala þá verðum við að leyfa að blómstrar að kalla. Og þá þarftu að gefa 25 sekúndur að blómstra. Þá ertu að taka koltvísýringin úr baunum. Það vissi ég ekki. Þetta mikið fræði að baka þetta. Þetta maður kannski að koma. Þetta bara nóg. Og þá höldum við bara áfram upptökunni eða þannig, klippum hér. Og nú þarftu að setja tímann í ganga eða hvað? Já, núna rauninni bara setjum við blaðið honni. Þetta sían, kaffifilturinn. Já. Þetta eitthvað spes pappír? Þetta rauninni hannað fyrir þessar Chemex-könnur. En það ein gerð sem heitir Hario, japansk. Þau búið til mjög góð svona bréf. Og þetta ekkert það dýrt, það alveg hægt að kaupa svona. Já. Og við bleytum alltaf smá blaðið þannig að við fáum ekki blaðabragð. Þannig að við leiðum þessa leið, oftast hellum við úr en
Skerfitt inn í sjónvarpsal. Já. Leifum þess að vera. Leifum þess að vera. Svo kemur kaffið. Nýmalar og fersk. Nýmala. 30 grömm. Þetta mun vera 25, hann við bara breytum aðeins. Þá er þetta reiknum út nýtt vatnsmagn. Já. Þetta er alveg vísindaleg. 21 til 330 og þetta mun vera 350 til tæplega 400. Og við gerum alltaf svona smá gat ofan í. Núna koltvísýringurinn að gufa upp? Já, í rauninni sko fyrstu 30 sekúndar. Á ítöp við bara byrjum tæmirinn núna og hellum ofan í. Og þá viljum við setja tvöfalt magn af baunum, eða á móti baunum. Nú er 25, þá setjum við 50 grömm ofan í á vatni og leiðum því að anda í svona milli 30 til 40 sekúndur. Og þá er núna koltvísýringurinn núna að fara úr. Og nú er þetta komið 20 grömm. Kaffi er ekki bara kaffi, þetta er ekki bara hvað uppáhællingu sem Þetta er stærðfræða bakhæður. En í vagninu þínum, ertu líka með cappuccino og latte og allt það? Eða ertu... Ég er að byrja núna á þessu, en síðan er ég að bæta þessu við, þetta er espresso tonic. Já, hvað er það? Það er bara tonic með espresso út í. Tonic vatn? Já. Það er svona... En þá er það bara svona svaladrykkur eða hvað? Já. Eða orkudrykkur? Nei, kaffidrykkur. Nei, þetta er kaffidrykkur. Já. Mér finnst tónik mjög gott sko. Já. Bara eintómur sko, ég er ekkert að byrja í áfenginu eða þá. Það getur sett að gen út í þannig, Nei. Það er gott hjá þér. Kaffi duga mér allavega í bili sko. Sérðu fyrir þér bara að leggja þetta fyrir þig? Svona til að, ok, maður er aldrei að segja, þú veist, aldrei, maður á ekki að kannski ákveða allt lífi framöndan, en svona til að byrja með er kaffi vettvangurinn þinn vettvangur bara? Allavega einhvers konar rekstur. Já. Svona því ég hef áhugað þessu, þá var það gott að byrja að prófa allavega reksturinn með eitthvað sem er áhuga á sko. En það er viðskiptafræði og rekstur sem heillar kannski. Já. Ég tók þess að einu önn sko í fjármála hagfræði fyrir sunnan og er núna sem þetta farið yfir í viðskiptafræði á fjármálabraut. Hvernig hafa viðskiptaverðinni tekið þessu? Bara mjög vel. Já. Ég ætla mjög ánægður með þetta og alltaf vil þakka fyrst og fremst KM-unum fyrir að leyfa mér að vera hana. Já. Bara mjög gaman að fá að vera hana og prófa sér áfram. Ertu þarna á stéttinni bara og með þinn vagn og bara kaffi, gjör svo vel. Þannig að þegar menn eru að horfa á leiki og svona, þá er hægt að fá sér gæða kaffi. Og hvað, ertu við eitthvað svona plönum hvert þú vilt fara næst með vagnin? Sko, ég væri til að fara niður í bæ, en maður þarf að vera með svona starfsleyfi. Ég kom með starfsleyfi, en ég þarf að vera með leyfi til þess að vera niður í bæ. Og það heldur bara upp á því einu sinni 2 sinnum á ári. Hvað sér er? Það er bara upp á því. Nú. Þannig að þú verður að sækja pláss og ég var ekki nógu fljót til að fá það. Já, það er eitthvað svona menning að reiða sér til rúms. Nú hafa við verið hérna Mosi Street Food og fleiri þarna. Þetta er skemmtilegt. Þetta er alveg spennandi. Viðbót, skemmtileg viðbót. Flóruna. Jæja. Þannig að þetta er komið. Þá ætti það að vera einhver svona... Þarna er flatbed. Nokkur flatt allana. Já. Bara komið að ögurstund. Og svo hellir bara úr saukunni líka. Hún er með stút. Já, hún er með stút. Það getur við þess. Snirtimerskan í fyrirrúmi. Þá er þetta svona ekki alveg dökkt og venjulega sem margir eru vanir. Einhverju myndi segja, er þetta eitthvað piss? Ó, svona, ég má bara smaka. Já. Já, það kemur óvart. Það er ekki. Jú. Það er sem er ávaxtabræði þessu heldur vanlega. Þetta er ávaxtabræði. Já. Þetta er svona ljúft og mildt og en kaffi. Það er ekki. Jú. Það er gott. Og hitinn eitthvað svo passlegur. Já. Þetta er hrikalega gott kaffi. Það er frábært þeirra. Venjulega notaði mjólk. Það bara þarf ekki mjólk. Það myndi sannlega að spilla þessu. Já. En hvenær getur maður nálgast svona gott kaffi það? Herri, ég er sem mæti alltaf eftir vinnu og opna eftir 17:15 til 21:15. Og hvað er þetta að vinna? Ég vinn í Íslandsbanka. Já. Vinn til 8 til 5 og síðan kík ég eftir vinnu. Beint upp í kaffivagnin og hann er opið þá frá, hvað séu? 17:15 til 21:15. Til 21? Já. Og þetta er bara á kaffisvæðinu og það þarf ekki að vera leikur í gangi, maður getur komið að fengja sér kaffi. Nei, það var alltaf bara að koma. Það er frábært. Takk kærlega fyrir að koma með veitingarnar í þáttinn og gangið þér svakalega vel. Takk fyrir.